Ég heiti Karítas Harpa og ég tónlistarkona, fjölmiðlakona og móðir. Ég myndi setja þetta ekki endilega í þessa röð samt. Hvernig þitt ADHD? Svona sterkari hluti þess athyglisbrestur í dag hjá mér og ofvirkniseinkennin koma eiginlega fram meira í hausnum á mér heldur en líkamlega. Þannig að það kemur svona svolítil vanvirkni út frá því en á meðan hausinn á mér að gera milljón hluti. Já. Og hvernig lýsir það sér svona í kannski daglegu amstri? Fyrir mig sem meira og minna heima þessa daga að þá til dæmis rosalega erfitt fyrir mig að halda heimili. Ég á mjög erfitt með það og ég á mjög erfitt með að viðurkenna það líka. En ég kannski bara að ganga frá hjarninni og finna eitthvað dót sem á að vera inn í herberginu á strákunum og þar var eitthvað svona sem að já, ég ætla að gera þetta og svo allt bara meira í rúst eiginlega eftir að ég byrja að taka til heldur en áður. Þú fær greininguna núna nýlega? Já, ég í rauninni fæ bara greiningu á þessu ári. Ólétt sem að gera það að verkum að ég ekki búin að prófa neinar lyfjameðferðir eða neitt svoleiðis. Það svona eitthvað sem verður aðeins að bíða hjá mér en það rosalega gott að fá loksins svar og svona útskýringu fyrir svo mörgu. Hver var kveikjan? Hver var vendipunkturinn að þú ákvaðst að fara í greiningu? Gerist oft hjá konum sem eru ógreindar að ég var alveg með kannski eitthvað svona kerfi sem virkaði fyrir mig sem einstakling. Ég var búin að finna leiðir til þess að ég fungeraði bara vel og svo þegar kemur á barneignum getur það flækst rosalega mikið fyrir og því allt í einu farin að þau hugsa svo marga aðra hluti einhvern veginn og ég fann bara að þetta varð mér algjörlega bara ofviða eiginlega. Ég veit ekki hvort það sé endilegt að segja nefnilega að þessi fæðingaþunglindi heldur var þetta meira bara svona í rauninni bara það að ég fungera rosalega illa í rútínuleysi og ég á mjög erfitt með að fylgja rútínu sem að bara ég set mér. Ég fæ sérst inn hjá teymi hjá Landspítalanum sem heitir FMB sem eitthvað fæðing, meðganga og barn og fæ loksins inn hjá sérst ADHD teymi Landspítalans og fyrir greiningaferli hjá þeim sem ég mjög þakklátt fyrir og þú veist þess að segja, ef ég horfi tilbaka að þá ég búin að vera að glíma við í rauninu bara allt mitt líf við depurð og kvíða sem að geta verið svo algengir fylgikvillar ómeðhöndlaðs ADHDs að þetta náttúrulega bara vindur svolítið upp á sig og þú veist ég 9 ára fyrst þegar ég sett á þunglyndislyf en það kannski bara auðvitað bara breytti tímar sem betur fer. Í dag myndi maður kannski horfa á 9 ára barn sem þunglynd og svona já ok, en af hverju 9 ára barn þunglynd? En þá skólagangan, þú veist þegar þú ert þarna í grunnskóla og kannski gaggó og menntaskóla og svona, hvernig upplifirðu það tímabil? Mér fannst það mjög krefjandi. Mér gekk samt alltaf vel í námi en ég hafði rosalega mikið fyrir því. Og ég held að það hafi svolítið spilað inn í að ég hafi ekki fengið greiningu. Það er út af því að ég var að fá fínar einkunnir en að því að ég fekk fínar einkunnir að þá þetta svo svona algengt hjá stelpum að eitthvað svona, þetta gengur samtali hjá henni Þú veist, og ég var í 5 leikum sem barn og ég held að það hafi svolítið gert að verkum að mig gekk vel í skóla að því að það var svo rosalega mikil rútína og það var svo mikil ægi og þegar ég horfi líka tilbaka þá hætti ég mitt í 5 leikum í 1 ár þegar ég 9-10 ára þá fer ég mitt fyrst á þunglyndislyf og svo hætti ég alveg í 5 leikum svona 13-14 ára og það í annað skipti sem ég fer á þunglyndislyf og þannig að þetta svona þetta að þegar ég hef ekki þessa rútínu og hef ekki annan aga að þá bara detti ég niður. Svo náttúrulega núna færðu þessa greiningu. Breyttist hugarfarið þitt eitthvað gagnvart sjálfur þér? Já, algjörlega. Þú veist, sjálfsmyndin mín alveg svona svolítið löskuð eftir öll þessi ár en það rosa gott að vita samt núna hvaðan ég á að vinna. En ég þarf alveg svona, mér finnst alveg svolítið erfitt að horfa tilbaka og svona af hverju sá þetta enginn, af hverju greip enginn inn.
Einmitt. Ég á tímabili núna þar sem ég að gera upp og rosalega spennt fyrir því hvernig ég get kannski channelað ADHD betur og nýtt mér það af því að það rosa mikið framkvæmdagleði og hugmyndir og alls konar sem að fylgja því og svo loksins þegar ég kannski fæ viðeigandi meðferð þá kannski get ég líka látið allar þessar hugmyndir verða veruleika. Þá spyr ég mig, þá ADHD ofurkraftur? Það alveg svona svolítið ofur að heilin á þér virki öðruvísi heldur en á svona hinum almenna borgar. Eða þú veist, það getur verið erfið, það getur verið flækjandi en það getur líka verið svo geggjað af því að það bara svo margt sem að kemur frá því að hugsa út fyrir kassan og gera hluti öðruvísi heldur en venjan